Ég ætla að sýna ykkur hvernig VDUK appið virkar. Þið einfaldlega sækið það í App Store eða Play Store. Þið opnið appið og þá kemur upp þessi valmynd. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur neðsta hnappinn sem er stillingarhnappur fyrir appið. Þarna getið þið valið tungumál. Svo er það hnappurinn sem stendur á tilkynningar. Þar getið þið farið í flipan sem stendur á rólegur tími. Þar getið þið valið tímasetningu þar sem appið er ekki að óna það. Einnig er hægt að velja heilu dagana bara með því að merkja til dæmis laugardag og sunnudag. Ljós fjólublá hnappurinn lestu og sendu skilaboð. Þarna farið þið í hvíta blaðið með pennanum sem er efst hægra megin. Veljið þann sem á að fá skilaboðin. Skrifið heiti skilaboða. Skrifið skilaboðin og sendið. Þá er það bleiki hnappurinn sem er aðgangur foreldra. Þarna farið þið inn til að tilkynna fjarvistir. Þarna ætti nafn nemanda að birtast. Þið ýtið á nafnið, þá kemur þessi gluggi upp og þið farið einfaldlega í tilkynna fjarveru. Þar getið þið valið fyrsta dag fjarveru og þið getið einnig valið klukkuna og tímasett ef barn þarf að skreppa frá. Þið þurfið alltaf að velja áætlaða endurkomu. Svo er mjög mikilvægt að skrifa ástæðu þess að barnið er ekki í skóla. Það er ekki nóg að setja broskall eða punkta. Svo sendið þið með því að ýta á skutluna eða senda. Næst er það rauði hnappurinn, form. Þar veljið þið flipan með nafnin ykkar og farið í tiltæk eyðublöð. Þar er persónuverndar-eyðublaðið, tilkynning vegna gruns einelti. Þar er einnig umsókn langtímaleyfi ef það eru fleiri en 2 dagar. Einnig þarf að tala við umsjónarkennara. Næst er það fjólubláu hnappurinn, upplýsingatorg. Þar fáið þið yfirlit yfir bekk barnsins eða barnanna. Þar getið þið séð nafnalista, stundaskrá. Einnig eru fleiri upplýsingar þarna undir. Frístund, hjúkrunarfræðingar, matseðlar og skóladagatal. Þetta eru helstu virku hnapparnir okkar. Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur appið og ekki hika við að vera í sambandi við okkur ef þið þurfið aðstoð. Gangi ykkur vel.